Já, nú ætla ég að tala um það sem ég hef kallað antismi. Það svona alls konar anti þetta og anti hitt. Maður getur verið anti-feministi, anti-meilismi, maður getur verið anti-hundismi og maður getur þá væntanlega sennilega verið anti-kissuismi og anti-hestismi og anti-himnaismi eða anti-skíismi. Þannig að það hægt að vera nánast hvað sem undir þessari skýrgreiningu. En það virðist enginn fatta það að þetta skipulagt orðaofbeldi til þess að fólk get ekki rætt ákveðna hluti sem mikilvægt að ræða. Og þar vil ég til dæmis taka land eins og Íran og land eins og Ísrael. Og ég vil taka það skýrt fram að ég hef ekkert á móti gyðingum eða trúarbrögðum manna en eitt slíkt. Og vísa í það sem ég sitt hérna í lokið á vídeóinu, það sem kvótið sem ég sitt þar inn. Tökum til dæmis Íran, þeir voru beðnir að vera með í alþjóðlegu kjarnavopnaeftirliti og þeir bara ekkert mál, bara hvað ég var að skrifa, við skrifum undir það, bara ekkert mál, við skrifum undir alþjóðlegt vopnaeftirlit. Þannig að þeir eru bara með, þeir eru með í alþjóðlegu vopnaeftirliti. Síðan Hitlandið, Ísrael, þeir voru beðnir að vera með í alþjóðlegu kjarnorkuvopnaeftirliti og þeir sögðu bara nei, við ætlum ekkert að vera með í svona rugli, sko. Og svo ef að ég til dæmis krítisera það hér að ég á móti því að Ísrael þurfi ekki að gera grein fyrir sínum kjarnavopnum eða kjarnavopna uppbyggingu sinni, að þá ég bara antiseministi eða anti-gyðingur eða anti þetta og anti hitt. Það hefur bara ekkert með málið að gera. Antismar eru bara að sitja umræðina í vitleysu með kerfisbundum hætti. Það bara tómt rugl. Og það bara eðlilegt að vilja ræða það af hverju eitt ríki þarf ekki að vera með í vopnaeftirliti sem allir aðrir þurfa að vera með í. Og svo til dæmis eins og Gaza þegar verið að sprengja litlu börnin í tætlur þar og og heilu fjölskylduna sem bara búa þarna. Og maður segir, það ekki heilbrigt að murka lífið úr saklausum börnum daginn út og daginn inn. Þá maður bara anti-gyðingur eða antisemisti eða anti þetta eða anti hitt. Nei, ég hef friðarsinni, ég hef trú á lífinu, að leyfa fólki að lifa og það það sem ég að tala um. Ég á móti því. Og það má kannski hugsa sér líka aðra mynd. Hugsa okkur þess mótorhjólasamtök. Þau mótorhjólasamtök sem stunda skipulagða glæpastarfsemi. Og ég segi, ég á móti því að mótorhjólasamtök fá að stunda skipulagða glæpastarfsemi. Ég þá á móti mótorhjólum? Ég anti-mótorhjólaismi? Ég anti-leðurjakka-isti? Hvers konar rugl umræða þetta og hverju alltaf að rugla umræðana svona? Það náttúrulega völd öfl sem að hafa áhuga á því að fólk ná ekki að ræða það sem skiptir máli á þessari jarðkringlu þar sem við þurfum alltaf að reyna að búa saman. Og það hafa margir varað við því sem að rísa upp með ógnvekjandi hætti í heiminum í dag og það hergagnaiðnaðurinn, Military Industry Complex. Og það stór hættulegt fyrirbæri. Í gegnum alla mannkynssöguna hefur fólk komist að því að þetta ekki góð hugmynd. Og að ræða þetta, að ná einhverju kontról á þessu, þá maður bara upphrópanur galdranórn eða seiðkall eða ég veit ekki hvað. Þetta sama aðferð og var beitt á myrkum miðöldum. Og við þurfum að passa okkur á þessum antismum sem á móti heilbrigðri umræðu. Og ég á því að fólk á ekki að hata annað fólk. Það eins og einhver sagði, ef að farið út í auga fyrir auga, þá verður bara allir blindir. Það enda bara heimurinn á því allir verða blindir. Þannig að þetta snýst ekkert það. Þetta snýst þessa vonsku og þetta ógeð og þessa græðgi og allt þetta
sem að bara rýkur upp eins og bara pestin. Og við hljótum að vilja reyna einhvern veginn að slá á þetta og ná friði í heiminum og heilbrigði. Þetta er ekki heilbrigð, það er eins og mannkyn sé háð, það er eins og mannkyn sé í einhverju óheilbrigði. Og við hljótum að geta samanst það að lækna við allar frumunar í mannkyns líkamanum, hljótum að geta samanst það að reyna að lækna hann eftir bestu getu.